Ok, þá þetta skilverkefni 1 hérna og það fyrsta sem við áttum að gera var að finna meðaltal og tíðasta gildi og miðgildi fyrir bæði raunmætinguna og hversu oft í viku þið nýtið verkefnatíma. Og þægilegasta leiðin að gera bara eins og stendur í hérna lið B að búa til listu á gögnunum. Ég ætla bara að gera það strax. Og förum hérna niður, búum til lista á þessum gögnum. Við getum bæði gert það með því að gera búa til lista. Fyrst að gera það, og kemur hann hér. Og svo búa til lista á hinum gögnunum. Ég ætla að gera það bara með hinn aðferðinni, búa til lista. Ég ætla bara hér að kalla þetta þess að það sé þægilegra nafn. Ok. Þá erum við komið 2 lista. Lista 1 hérna sem er raunmætingin og lista 2 sem er verkefnatímar. Ok, nú ætla ég að fara í læt inntaksreitin vera hérna niðri hjá mér með því að fara í skoða og hafa hakað við inntaksreitin. Þá er inntaksreiturinn, eins og ég segi, hér en ekki inn í glugganum hér. Það er svolítið þröngt. Þannig að nú ætla ég bara að finna hérna. Ok, meðaltal. Listi óformlegra gagna. Ok, listi 1. Og kemur meðaltali hér. Það heitir A. Ég gæti strax bara kallað eitthvað annað eins og meðaltal raunmæting, eitthvað þannig ég þekki það. Ágætt að vera með þetta eitthvað annað heldur en A. Ég get líka bara gert það strax hérna með meðaltal verkefnatímar er sama sem meðal. Kemur meðaltalið strax hér. Tíðasta gildi 1. Þetta. Tíðasta gildið, af því að það getur verið fleiri en einn tala sem er algengust, þá býr hún til lista, af því að annars getur lent í vandræðum að það gæti verið að 100% mæting og 99% mæting var jafn algeng, að þá eru 2 svörunur og þess vegna býr hún til lista úr tíðasta gildinu. Og tekum þá bara tíðasta gildið. Það var verkefnatímar. 3 er algengast að tala þar og 2 hér. Við getum líka bara eins og áðan endur nefnt þetta hérna raunmæting eða RM eða eitthvað sem að bara make sense fyrir okkur. Það heitir listin það staðan fyrir bara listi 1 eða listi 2. Ok, miðgildið er líka miðgildi 1 er miðgildin. Næst ég bara þægilega að breyta nafninu eftir ná. Þetta er miðgildi verkefnatímar. Það tekið vantilega eftir því þegar þið eru að gera svona verkefni. Það koma A, B, C, D, E, F, G útkomunar. Það er rosalega erfitt að finna hvað er hvað. Bara reynið að merkja þetta strax. Miðgildi raunmæting. Þannig að þegar þið skoðið útkomunar það er make hérna sense. Ok, það næsta sem við áttum að gera var að búa til lista og gögnunum sem við erum búin að gera og finna svo einkvætt og tíðni úr verkefnatímanum. Það er að segja, finna út hvaða gildir koma fyrir og hversu oft. Þannig ég ætla að byrja því að bara gera einkvæmt
hérna tímar, tíðni, tímar. Þá ég komið með 2 nýja lista hérna. Þetta hérna einkvæmt á verkefnatímanum sem þýðir bara hvaða tölur koma fyrir í þessum lista. Þetta eru tölurnar 0, 1, 2, 3, 4 og 5. Og tíðnin bara hversu oft hver tala kemur fyrir. En það svolítið erfitt að, ok, 31, hvað tala passa það við hér? Það er svolítið erfitt að sjá það þegar listanir eru bara hérna í belg og byðu. Þess vegna baði ykkur í verkefninu að setja það upp hér sem tíðnitöflu. Ég ætla bara að minnka þessi hérna hluti og ætla að henda þessum listum hérna inn með því að gera bara fylla tálk. Þetta gæti ég bara að skrifa hérna 0, 1, 2, 3, 4, 5 og svo 10, 21 við hliðina á. En það er líka hægt að gera það bara hérna með því að gera fylla tálk. Og C-dálkurinn er 3. dálkurinn. Ég vil fá tíðnilistan, nei hérna gagnalistan fyrst, sem er einkvæmi listinn. Listi 2. Hann komið þarna og við hliðina á honum vil ég fá nú ítti ég á, þegar ég komin hérna niður, ítti ég á örn upp. Þá fæ ég bara síðustu skipanir sem ég er búin að gera. Ég hoppa hérna inn í þessi hérna, sagt ok, í 4. dálk vil ég setja listanúmer 4. Það spara okkur sporin. Þetta er svona þægilegt sérstaklega þegar þú eru komið með langar runur af hérna skipunum inn að bara það sem ég gerði síðast, breyti þessari einu tölu. Ok, þá erum við komið með þessar tölur hérna inn. Við erum komið með byrjunina á einhvers konar tíðnitöflu og ef ég vil þá get ég bara svona lita það til þess að segja ok, þetta hérna passa saman. Og ég ætla að búa til stöplarrit úr þessum hérna gögnum hérna. Stöplarrit það bara, ok, þá ætla ég að sýna súlur eða stöpla fyrir hvert gildi fyrir sig. Ég vil að birtist hér. Þannig að þá fer ég hérna bara í þetta setting, gerir stöplarrit. Listi gagna, bara hvar eiga súlurnar að vera. Það er listi 2. Og hvaða listi af tíðnigildum, það er þá listi 4. Og við fáum stöplarrit hérna inn á teikniborðið. Stundum lítur þetta út fyrir að vera mjög stórt eins og hér. Ef við fer hérna yfir uppsvölun á sinn, held shift-takkanum niðri, þá kemur svona ör. En ég svona dreigi þetta til og stilt af, þannig að þetta liti út eins og ég vil. Það þarf ekki endilega að vera sami skali hér eins og hér. Sjá hérna það eru 10 sem að mæta aldrei í verkefnum tíma, 20 eitthvað sem að mæta einu sinni og svo framvegis. Ef við viljum lita þetta hérna, þá getum við fengið verkfæri hér. Þetta er bleikt, kannski vil ég hafa þetta bara grænt og svo framvegis. Ég get gert línuna þykkari eða eitthvað neginn svona. En ég get líka farið og ítt á tannhjólið til að vinna meira í litnum og breyta stakka þetta næs. Vinna meira í litnum hérna. Tekið súlu 4 og haft hana bláa því ég vil sýna eitthvað sérstakt með henni og fylla kannski bara upp í hana. Þannig að það er hægt að gera alls konar hluti ef við viljum sýna fram á einhvað. Okay, þetta hérna, þetta væri kannski nemendur í F-MOS í einhverju könnun að þeir eru hérna í þessari súlu og svo framvegis. Að lokum áttum við að búa til stöplarrit, nei hérna kassaritt.
Kassarit nýtinguna, láta það vera fyrir neðan x-ásinn. Þannig að þá bara segi hérna kassarit og uppslónhliðrun er svona hvar er það líkt óflokkuðum gögnum. Uppslónhliðrunin er bara hvað vil ég fara með þetta hérna mikið upp og niður. Og það sem vil vera fyrir neðan x-ásinn, þá vil ég vera með mínustölu hérna. Kannski vil ég bara að miðja sig hérna í -5. Ég er bara -5. Uppslónkvarðin, hversu breytt á þetta kassarit að vera. Það hafa bara 2, það þýðir það fer 2 upp og 2 niður hérna frá miðjunni. Og hér byrjum við að taka eftir, þegar hún biður lista af óflokkuðum gögnum, þá er hann að tala svona belg- og biðugögn. Hér eru við búin að flokka gögnin, en þetta hérna er óflokkuð gögn. Þannig að ég ætla var með óflokkaðan lista sem heitir verkefnatímar. Þá smellir hún kassaritunni hérna. 5 að miðjan, það er 2 upp og 2 niður. Þetta bara sýnir dreifinguna frá lægstu tölu upp í hæstu tölu og inn í hverjum fjórðungi hérna, hérna og hingað, svo hérna og hingað, hérna og hingað, hérna og hingað, eru jafn margir nemendur. Það þýðir það að það eru flestir nemendur eru hérna á þröngu bili í kringum 3. Það eru jafn margir hérna inn í þessum hérna bóksi eins og í þessum fjórðungi hérna fyrir ofan. Og BSA sem 3 þýðir það að þetta strik hérna miðgildið á gögnunum með 3. Þetta er bara leið til að skoða dreifinguna. Síðan áttu þið að setja upplýsingarnar inn á teikniborðið. Það er bara að setja texta hérna. Stækkum hérna aðeins. Setjum textan inn. Þá fáum við textabóks. Og við getum skrifað hérna meðaltal mætingar er, við getum meira að segja hent inn dótið sem við erum búin að reikna út. Meðaltal raunmætingar er hérna, þetta bara smelti hérna inn. Meðaltal tíma er það hér. Þannig get ég smelt á það núna. Við erum að hoppa svona á milli. Svona ég get að valið að ég get líka bara að skrifa það sem kom út sem var meðaltal verkefnatíma 2,41 2,45. Svona vildi ég bara fá allar upplýsingarnar á borðið þannig að ég þurfti ekki að vera að leita að þeim þegar þau skiluðu sig inn.